Nú ég staddur í einni mestu náttúruperlu Íslands, Þórsmörk. Þórsmörk, sem dregur nafnið sitt af germanska guðinum Þór, landsvæði norðan Eyjafjallajökuls og austan Mýrdalsjökuls. Oftar en ekki talað Þórsmerku svæðið. Innan þess svæðis eru meðal annars Stakkholt, goðaland þar sem básar eru, Þórsmörkin sjálf og almenningar. Búseta í Þórsmörk hófst fljótlega eftir landnám, eða kringum 900, og hafa fundist rústir 4 bæja, 3 í Þórsmörk og 1 á almenningum. Talið að byggð í Þórsmörk hafi lagst af fyrir 1300 og gefa vísbendingar það til kynna að ástæðan hafi verið skógar- og jarðvegseyðing af völdum ósjálfbærrar nýtingar skógarins og ofbeitar. En við það að byggðin lagðist af, þá tók gróður og skógur aftur við sér. Á miðöldum var gengið mikið á skóginn, sótt í timbur, kolagerð og svo var auðvitað skógurinn beittur og auðvitað hafði það sín áhrif. Kringum 1900 og talsvert fyrr þá var eiginlega ekkert orðið eftir þessum skógi hér í Þórsmörk. Það var bara kjarr á stöku stað, kannski örfá hátré en annars engin skógur. Og það sem fylgdi líka í kjölfarið eftir að skógurinn fór og kjarrið, þá kom uppblástur og landið bara fór að fjúka í burtu. Árið 1899 var ákveðið að ráða 2 skógaverði til að passa upp á það litla sem eftir var af skóginum, enda ástandi orðið ansi slæmt.
Svo var það 1918, það hófst Kötluhús. Og það kom aska yfir allt svæðið. Þá var ekki hægt að reka fé í Þórsmörkina. Svo var það 1920 að einn merkasti viðburður í sögu náttúruverndar á Íslandi gerðist. En þá tókst að ná samkomulagi við bændur í Fljótshlíð að gefa frá sér beitirétt á Þórsmörk. Friðlýsa Þórsmörk fyrir beit. Ekki löngu síðar, eða 1927, náðist líka samkomulag goðaland og friðun þess fyrir beit. En þrátt fyrir að svæðið væri beitafriðað þá var það samt ekki alveg þannig. Því hér eru afréttir í kring og kindurnar leituðu mikið í Þórsmörk. Þannig að það þurfti alltaf að smala á haustin Þórsmörkina. Þrátt fyrir það að kindur leituðu inn í Þórsmörk, þá tók samt gróðurinn við sér. Svo gerðist það 1990 að samningar náðust að friða allt Þórsmörkusvæðið. Og við það, og áratugina eftir það, þá sprakk skógurinn út. Þökk sér þessari friðunar, þá erum við svo heppin í dag að geta notið Þórsmerkunar svona.